María Kristmundsdóttir ein þeirra sem hefur verið í starfsmannahópi álversins frá upphafi en áður starfa á einnig hjá Bechtel, byggingaverktaka Alcoa. María tölvunarfræðingur að mennt og hóf störf sem sérfræðingur í tölvustýringum og upplýsingakerfum hjá Fjarðaáli árið 2006. Ég var stödd á Krít þegar ég fekk símtal frá svona konu sem talaði mér svona dönskum hreim, íslensku með dönsku skotna íslensku og hún sagði mér það að eftir 2 vikur þyrfti ég að fara til Kanada og það kom í ljós að svona megnið af árinu sem eftir kom var ferðir til og frá Kanada þar sem við vorum að taka á móti hugbúnaðarkerfum og innstýringum sem að stýra þessu álveri. Eftir 3 ár fór María í mastersnám í verkefnastjórnum meðfram vinnunni. Fljótlega eftir útskrift fékk hún þá starf í áreiðanleikateymi og eftir 2 ár þar fór hún yfir í framleiðsluþróunarteymi þar sem hún er enn. Þannig að ég er búin að koma við í 4 störfum á þessu svæði og 3 hjá Alcoa. Og þetta er allt sem búið að vera bara eitt stórt ævintýri. Maður er alltaf að kynnast nýju fólki og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Maður er alltaf með ný og krefjandi verkefni sem er afskaplega jákvætt. Það er vissulega stefna fyrirtækisins að leyfa fólki að þróast í starfi og fá að dafna út frá sínum hæfileikum. Ég held að það sé óhætt að segja það og ég held að við fáum það flest hér hjá Fjarðaáli að nýta hæfileik okkar til góðs á hverjum degi. María hefur verið formaður jafnréttisnefndar Fjarðaáls síðastliðin 3 ár og í því starfi tekið þátt í vaktkerfisbreytingum sem felur í sér að hver vakt er nú 8 tímar í stað 12. Á þessum árum þá erum við búin að auka hlutfall kvenna, mestmegnis vegna þess að við breytum vaktakerfi og okkur gengur vel núna að manna, en betur að manna með jöfnu hlutfalli karla og kvenna, eða jafnara hlutfalli. Þannig ég held að við séum núna í 25% hlutfalli kvenna hjá Fjarðaáli sem er afskaplega jákvætt. Hluti af því að reka jafnréttisstefnu hjá fyrirtækinu er að reka líka jafnlaunakerfi. Og þetta jafnlaunakerfi hlaut vottun velferðarráðuneytisins núna fyrr á þessu ári og það er mjög jákvætt að við skulum vera komin á þann stað og við gefum líka reglulega út hlutfall launa kvenna af launum karla í samfélagsskýrslunni okkar á sjálfbærni.is, þannig að við erum alltaf að vinna í þessum málum og alltaf að reyna að upplýsa fólk hvernig gengur hjá okkur. En er eitthvað atvik eftirminnilegra en annað á starfsferli Maríu innan fyrirtækisins? Ég held að það sé kannski þegar við lentum í brunanum á Afrili. Við vorum kölluð út og einu skilaboðin sem við fengum voru eiginlega bara það er bruni í álverinu og þegar ég kom keyrandi að álverinu þá stóðu logarnir upp fyrir Kerskálann og vel það. Og það er alltaf svona svakalegt atriði að vera búin að byggja upp þetta allt og kannski var það bara farið með einum bruna og fá svo að takast á við það verkefni og byggja það upp og sjá það allt saman reddast. Það var virkilega gefandi og þá sér maður hvað mikið þetta fólk sem hér starfar getur áorkað. Það var virkilega gaman að sjá. Reyðfirðingurinn Elías Jónsson hefur einnig starfað hjá Alcoa Fjarðaáli frá upphafi. Eftir 6 vikna þjálfun á Reyðarfirði og annað eins í Kanada tók hann þátt í gangsetningu álversins. Það var svolítið spennandi og þá voru komnir Kanadamenn og við vorum að raða skautum í kerinn og bara að prófa þessa krana og vita hvernig þetta virkaði alls saman. En þetta var rosalega spennandi tímar og bara alltaf að gera eitthvað sem maður hafði aldrei gert eða séð eða neitt áður. Svo var ég færður yfir á vaktir þegar alltaf ekki verið rúmlega hálfnaður að setja í gang. Og þá var öll verk komin eftir á og allt allt eiginlega í raskati þannig að það þurftu allir að spýta í lófana en þetta var bara, mjög erfitt líka. Það var verið að þjálfa fólk í öfnum höndum. Þannig en einhvern veginn hafðist þetta alls saman og það var bættist í fleiri fjórðungar og fleiri ker og
Þetta var bara, já, eins og sé, bara mjög gaman. Elías tekur undir orð Maríu að bruninn sé eftirminnilegasta atvikið á starfsferlinum. Þegar maður stóð hérna og sá eldtungurnar hérna fyrir tegja sig upp yfir skálan, þá eiginlega bara, já, þá eiginlega hugsaði mér hryllingi að þurfa að fara að byrja upp á þessu öllu upp á nýtt aftur. Maður sá eiginlega þá ekki fram á annað en að þetta væri búið bara, það þyrfti að byrja að gangsetja allt upp á nýtt. En já, okkur tókst að bjarga þessu eða þeim hérna félögum í rafveitunni. Elías segir að sérstaklega vel sé haldið utan starfsfólk Fjarðaáls. Velferðarþjónustan hérna er frábærlega flott og öll þau læknisþjónusta, sálfræðingar, lögfræði, aðstoð eða hvað það er sem við nefnum til að nefna og glemdum flugförunum til suður til Reykjavíkur og annað sem er náttúrulega bara nauðsynlegt fyrir þá sem er að koma að sunnan og er að vinna hérna sem að þurfa að fara og bara heimsækja sína fjölskyldu og vinni og annað. Og þetta er, sem ég segi, ég held að sé fá fyrirtæki hérna sem eru á svipuðum level þannig með þjónustu og annað við starfsfólk. Sjálfur Elías ættaður frá bænum Hólmum sem stóð rétt við álverslóðina. Jú, auðvitað voru menn alltaf að bíða og vona eftir einhverju og ég man eftir þegar var lagður fyrst vegur hérna niður eftir sem að þá átti nú að vera einhver, ég man ekki hvað það var, kísilgúrverksmiðja eða hvað það var, ég er búinn að gleyma nöfnunum á þessu öllu sem átti að vera. Það var ein ríkisstjórn sem lét leggja hann og svo var einhver tímann þá kom önnur ríkisstjórn, hún lét hefla veginn og svona var þetta búið að ganga alltaf og einhver tíma voru Norðmenn í myndinni að koma hérna með álver en svo þegar að þetta kom nú og fór svona að gerast alltaf þá, jú ég held að þetta er mörgu sinni stærra heldur en allir höfðu reiknað með og mér skildist á þeim svona gömlu fólki hérna inn á Reyðarfirði sem að sá þegar að var að koma skipin með öll tæki og tól sem að fóru fyrst upp í Kárahnjúka og svo náttúrulega hingað líka að þau líktu þessu við það þegar stríðið var að byrja. Þá var að komið tæki og tól sem þau aldrei séð áður og vissi ekki bara varla að vera til. En auðvitað er þetta búið að hafa mörgu sinnum meiri áhrif á bara allt hérna í kring og það er ekki spurning og bara eins og þessi jarðgöng sem komin eru núna bæði hérna yfir á Fáskrúðsfjörð og Norðfjörð að þetta náttúrulega gríðarlega gott upp á bara búsetudreifing og annað hérna á svæðinu. En hvernig er fyrir þig og fjölskyldunni að sjá þennan rísa í túninu heima? Það er svolítið skrítið og ég hérna bara ennþá meira gaman, eða svona svolítið skondið að horfa bara hérna fyrir utan, það sem að vissi að var bær hérna fyrir utan, að núna er hann hugsanlega bara á einhverja, ég veit ekki, 10 metra dýpi eða eitthvað. Það var keyrt öllu efni sem var tekið hérna úr lóðinu þar út eftir og þetta er náttúrulega gjörð breytt frá því sem var landslagið hérna. En jú, auðvitað er þetta skrítið og allt það en ég hef ekki viljað vera án þess, ég veit ekki hvar við værum stödd þá. Þá er ekki fleiri hjá okkur í kvöld, við sjáumst á sama tíma að viku liðinni. Bless, bless.